Bara sæl öll, ég vona að þið heyrið í mér. Ég kannski veifið. Já. Bara velkomin á þessa rafrænu kynningu Grólindar. Það láta ykkur vita að við erum að taka upp kynninguna, en munum svo slökkva þegar umræðurnar eru í lokin. En ykkur samt velkomið að spyrja á meðan kynningin bara réttið upp hönd hérna á vefnum. Og kynningin tekur hálftíma 45 mínútur, svona eftir hvað við ræðum ekki saman, og síðan höfum við bara nægan tíma fyrir umræður eins og fólk vill. Og í þessum fundi þá erum við að kynna hérna, þetta mars, það komið maí, glemdum að uppfæra glæri, við erum búin að vera á kynningaferð landið að kynna Grólind og stöðuna á verkefninu og hvað eru næstu skref og fá hugmyndir hjá fólki og annað. Og þetta sem sagt 9. fundurinn okkar held ég, og fyrsti sem rafrænt, við verðum svo með annan rafrænan fundi í næstu viku að kvöldi til. Og aðrir hafa verið staðafundir, bara víðsvegar land. Okay. Og eins og ég sagði, þá ætlum við að fara aðeins yfir hvað við höfum gert og hvað við ætlum að gera og hvað framundan. Og síðan viljum við náttúrulega líka bara fá vangaveltur og athugasemdir og fyrirspurning hvað fólk að velta fyrir sér og hvað þau vilji líka að þau fái út úr verkefninu. Við erum koma aðeins með hvað við erum búin að gefa út. Og kannski fyrir þau sem að koma inn, bara láta vita að við erum að taka upp kynninguna og það verður svo slökkt á þegar kynningin sjálf búin og umræðurnar hefjast, en ykkur velkomið að rétta upp hönd hvenær sem og spyrja spurninga. Fyrst bara svona aðeins af bakgrunninum. Grólind hófst árið 2017 með samningi á milli Bændasamtaka Íslands, Landssamtaka sauðfjárbænda, atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins og Landgræðslunnar. Og það var og fjármagnað til 10 ára í gegnum búvörusamningana. Landgræðslan fer með verkefnastjórn verkefnisins og hefur umsjón með því, en á bak við það sem við erum að gera alltaf faghópur sem við hittum 2 til 4 sinnum á ári, og í honum eru bæði fulltrúar frá bændasamtökunum, Rannsóknamiðstöð landbúnaðarins, Náttúrufræðistofnun Íslands, Landbúnaðarháskóli Íslands og Háskóli Íslands. Þannig að þetta svona þverfaglegur faghópur. Verkefnið aðallega unnið af starfsfólki Landgræðslunnar, ég mun fara aðeins í gegnum hver við erum, og síðan erum við að vinna þetta í góðu samstarfi við hagsmunaaðila og aðrar stofnanir. Og þetta svona hluti af þeirri vinnu að kynna verkefnið. Samningur verkefni var út af ríkisbundna samninga til 5 ára í senn, þá var hann endurnýjaður á seinasta ári, og þá stóð að því Landgræðslan, þá atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið, núverandi matvælaráðuneytið og Bændasamtök Íslands, þar sem Landssamtök sauðfjárbænda eru búin að ganga inn í bændasamtökin og eru núna deild innan þeirra. Aðeins við fjárhag verkefnisins, eins og ég sagði þá kostnaður við verkefni fer í gegnum að hluta til í gegnum búvörusamninga, og þetta bara kostnaður kostnaður við launakostnaður, ferðakostnaður innanlands og erlendis, þetta nú aðalega ferðakostnaður innlendis, tæki og tól, útseld vinna, annar kostnaður, og verkefnið að fá inn 46 milljónir á ári til að reka sig. Það hefur farið svolítið fyrsta árið þá nýttum við aðeins lítinn hluta peningum og hefum síðan verið að nýta það sem það áttum inn í seinustu ár. En erum samt sjáum alveg fram á að við höldum okkur innan þess ramma sem við höfum hérna út til 2024.
Já, og það eru sem sagt launakostnaðurinn hjá okkur hæsti útgjaldaliðurinn, en það erum við með 2,5 til 3 stöðugildi af starfsfólki í fullri vinnu. Það er ég, Bryndís Marteinsdóttir, sem er verkefnastjóri, ég gleymdi nú að kynna mig, afsaka það. En ég starfa hjá Landgræðslunni, var ráðin 2017 sem verkefnastjóri yfir þessu verkefni og hef unnið að því síðan þá með ýmsu öðru, meðal annars í dag er ég einnig sviðsstjóri sjálfbærni og loftslags og verkefnastjóri við þessu verkefni. Ég er plöntuvistfræðingur að mennt með doktorsgráðu þar og síðan að verkefni kemur líka Rán sem er hérna niður í sem mun tala á eftir, Rán Finnsdóttir sem er vistfræðingur og hefur starfað hjá verkefninu seinustu 3 árin. Jóhann Helgi sem hefur verið með mér í 4 ár og hann er umhverfis- og auðlindafræðingur. Síðan nýjasti meðlimurinn er hún Björk Sigurjónsdóttir sem er hérna uppi sem kom núna áramótin. Sem sagt, hún er náttúrufræðingur. Og auk okkar þá erum við náttúrulega með alltaf 6 manna teyma að vinna út á sumrin og við ráðum í verkefni þá erum við 5 sumarstarfsmenn í fullri vinnu og þetta er fólk yfirleitt, þetta er allt fólk sem er sem sagt, í námi í annaðhvort líffræði, vistfræði, náttúru- og umhverfisfræði, jarðfræði, landfræði, tengdum greinum. Og þessum að geta að það er mjög gaman að flest þeirra koma til okkar ár eftir ár. Sem er mjög gott og þarna erum við að byggja upp sterkan mannauð í okkar mælingar sem Rán mun fara yfir eftir. Og líka mannauð til framtíðar, bæði Rán og Jóhann Helgi og Björk byrjuðu sem sumarstarfsfólk í gróðlindaverkefninu. Markmið verkefnisins er tvíþætt. Fyrsta lagi er það að skila með reglubundnum hætti heildarmati á ástandi gróður og jarðvegsauðlinda landsins og í öðru lagi að þróa sjálfbærnivísa fyrir nýtingu auðlindanna. Og við endurnýjun samningsins 2022 var bætt við 3. markmiðinu, en það er þó ófjármagnað eins og stendur og það var að meta, það stendur að meta beitarþol lands og setja fram ráðgjöf varðandi nýtingu lands til beitar. Sem sagt, okkur ætla þá bara að koma og segja, kannski ekki hversu margar kindur mega vera á hverju stað, en bara er þetta hversu vel hvert svæði hentar til beitar. Og þetta er bara bíður þangað til að það fæst fjármögnun í það og mannskapur. Og bara svona til að setja yfir þá er verkefni í rauninni ætlað að safna saman fyrirliggjandi þekkingu og nýrra gagna sem hægt er að nýta til að bæta landnýtingu meðal annars. Og síðan náttúrulega erum við að safna stóru gagnasetti eins og við munum sjá sem að muni náttúrulega nýtast til margra annarra hluta. Og kannski þetta verkefni sprettur af þeirri þörf að við okkur vantar og hefur vantar rosalega upplýsingar landið okkar. Hefa verið náttúrulega minni vöktunarverkefni hér og þar en það hefur aldrei farið í svona heildstæða vöktun á öllu landinu eða mat á ástandi lands og hvernig það er að þróast með þessum vöktunarmælingum. Við erum líka að safna upplýsingar hvaða land við erum að nýta og hvernig og síðan munum við geta sagt fyrir eða reynda að tengja saman áhrif landnýtingar á auðlindir landsins. Þannig að þetta er bara mjög spennandi en við erum eins og ég segi, við erum í ári 5 í verkefninu þannig að 5 byrja á 7. ári þannig að þetta er enn á upphafsstigum. Þetta verkefni verður bara verðmætara því lengra sem það heldur áfram og því meiri gögnum sem við söfnum. Helstu verkefni Gróðlindar er að byggja upp samstarfsnet við landnotendur og stofnanir. Við settum fram 2020, við segjum aðeins frá þessu betur og eftir öllu, stöðumat á ástandi lands byggt á fyrirliggjandi gögnum út af því að við eigum ykkur gögnum þar sem við gátum nýtt okkur. Við höfum verið að kortleggja íslensk beitarlönd og fram að því þegar Gróðlind byrjaði þá var ekki til neitt það á landslagsskala eða heilt yfir landið. Við erum búin að setja vöktun fyrir gróður og jarðvegsauðlindir landsins og í rauninni er þetta
það sem við köllum okkar vöktunarreitir. Það eru vöktunarreitir sem við erum að setja út og okkar sumarstarfsfólk og höfum fulla stjórn yfir. Við segjum aðeins meira frá því sem hófst 2019. Á seinasta ári hófst verkefni sem við köllum vöktun landnotenda sem Jón Helgi mun segja ykkur betur frá á eftir, þar sem við erum að fá landnotendur og annað fólk og almenning til að taka þátt í vöktuninni. Og svo höfum við líka verið duglega að tengja okkur við önnur verkefni, hvort sem það eru rannsóknarverkefni í háskólanum sem er að nýta sér þær upplýsingar sem við erum að safna eða þá að vera í tengslum við aðra og bara mjög góðum tengslum þar sem við munum núna eða í framtíðinni deila gögnum. Og síðan höfum við líka frá 2018 verið með það sem við köllum GPS-kindaverkefni að skoða atferli sauðfjár í sumarhögum með GPS-tækjum sem við hengjum á kindur. Og þetta munum aðeins fara í gegnum stöðuna á þessum verkefnum núna á eftir. En þá ætla ég að bjóða Rán hérna velkomin á skjáinn sem ætlar að fara yfir vöktunina hjá okkur. Og þetta eru þessir okkar reitir sem við erum sjálf að gera mælingar í og þá að mestu leyti sumarstarfsmennirnir okkar. Og já, eins og Bryndís sagði þá byrjuðum við á þeim árið 2019 og stefnan er að búa til á milli 1000 og 1500 reiti á, ef við teljum frá 2020, ef við teljum frá 2019 segi ég og þá stefnum við á að klára þetta fyrsta skref árið 2024. Og þessi reitir voru búnir til bara í tölvu, bara með svona tilviljunarkenndu slembuvali, lagskiptu slembuvali segi ég út af því að það voru svona meginmarkmiðin voru að reitunum væri dreift allt landið og að þeir væru hlutfallslega rétt magn af reitum í hverju hæðarbili og líka í hverri vistlendisgerð. Þannig að ef við segjum að mólendi væri 50% af landinu, þá myndum við vilja að 50% af reitunum sirka væri í mólendi til þess að endurspegla hlutfallið sem er á landinu. Og af því að þetta eru bara reitir sem er í rauninni bara GPS-snitt sem við erum með í GPS-tæki, að þá er þessi svona fyrsti fasi snýst það að fara út í þessa reiti og búa á til. Og þá byrjum við á því að skoða bara á korti í tölvu, sjá hvort það sé einhverjir reitir sem við hreinlega getum ekki lagt út, kannski eru þeir út í lítilli eyju, einhverju jökulá eða annað, eitthvað sem að tölvan gat ekki átta sig á. Þannig að þá getum við svona aðeins verða að vinsa út þá reiti sem við getum bara sleppt í að kíkja á og svo er næsta skref að fara út í felt og það gerum við hvert sumar, svona 11 vikur á hverju sumri og keyrum við allt landið og við förum í þessi hnit og annarkvort þurfum við að hafna reit út af því við getum ekki lagt út, getum ekki sett reitin út þar, getum ekki gert mælingarnar, komumst ekki á staðinn eða út af því að reiturinn til dæmis er á golfvelli, við höfum lent í því nokkur sinnum. En ef við getum lagt reitin út, þá gerum við það, setjum hann upp, gerum mælingar og svo stefnana í hverjum af þessum reitum verði mælingarnar endurteknar á 5 ára fresti. Og já, þannig að árið 2019 það var svona pilot, eða svona æfingarsumar, þá settum við út 76 reiti og svo sjáum við að við erum búin að auka við okkur magnið á hverju ári síðan þá og við vonum að við náum einhvers staðar á milli 200 og 300 reitum á þessu sumri. Og í heild erum við búin að leggja út og mæla 589 reiti en sömuleiðis hafna 393 reitum. Þannig að við eigum eftir svona rúmlega 500 reiti sem við erum búin að grandskoða í tölvu og gerum ráð fyrir að geta lagt flesta út og það er það sem við erum að fara að gera núna í sumar og næsta sumar og stefnum þá að ná að búa til net svona 1000 pluss reita í lokin. Og hér sjáum við kort af öllum reitunum. Grænu reitirnir eru þeir reitir sem við erum búin að setja út og gera mælingar í. Rauðu reitirnir eru þeir sem við erum búin að hafna þá ýmist í tölvu inn á skrifstofu eða á staðnum og bleiku reitirnir eru þeir sem við eigum eftir.
Og þið sjáum að við eigum slatta eftir þarna á hálendinu, það svona aðeins meira vesen að komast þangað og fleiri reitir þar en við bara klárum það núna í sumar og næsta ári. Já, og ég ætla líka að minna ykkur á, þið megið alltaf rétt pönt ef að við viljum ekkert endilega að þetta sé einhver svona rosalega alvarlegur fyrirlestur, þið megið alltaf ef þið eru með einhver spurningar bara réttið pönt og við svörum ykkur hæl. En já, reiturinn sem sagt svona 50x50 metrar eins og við sjáum hérna á glærunni og við setjum upp staura í suðurhorni, norðurhorni, vestur og austur eða í rauninni ekki horni, heldur svona á miðjusniðin út af því að svo hugsum við þetta sem svona kassa í kringum þennan kross. En flestar mælingarnar fara fram á þessu sniði sem þið sjáið sem markað með þessum bláa plús eða krossi og svo sniðið þarna rauðu punktalínurnar fyrir utan og flestar mælingarnar fara fram á þessum sniðum. Og bara til þess að fara hratt í gegnum eitthvað af því sem við erum að mæla í þessum reit. Við erum að meta gróðurþekju, þá horfum við yfir allan reitinn og erum bara með svona prósentuflokka sem auðvelt að meta, ef maður horfir yfir allt svæðið, hvort það fellur í 0-10% eða 67% til 100% eða eitthvað slíkt. Við mælum gróðurhæð og jarðvegsdýpt og þá erum við bara með tommustokk og síðan svona jarðvegsprjón þar sem við metum dýptina niður á annarkvort komumst við niður á 30 cm ef við stoppum á berggrunni eða stóri grjóti eða öðru og skráum það. Svo metum við líka ef eitthvað jarðvegsrof til staðar í reitnum og þá hvaða jarðvegsrof og hver alvarleikinn gefum því einkunn. Við metum þekju trjáa á sniðinu, rauða sniðinu sem þið sáuð áðan og á þessu sniði erum við líka að skrá niður allar æðplöntur. Við gerum bilamælingar eftir málbandinu sem liggur sem þá blái plúsin alveg í miðjunni og þá erum við bara að skrá alveg frá 0 og upp í 5000 cm eða 50 metra hvort að við lendum á gróðri, jarðvegi eða grjóti eða steinum. Skiptum þessu upp þannig við fáum bara upp mynd fyrir hvern einasta sentimetra sem á sniðinu. Svo gröfum við holu og við metum þar ýmsa jarðvegseiginleika, erum að skoða A-lagið út af því að það svona ansi mikilvægt fyrir rætur og rótarvöxt flestra plantna. Við metum hrjúfleika yfirborðs, þá erum við að skoða ef að það mikið opið svæði, ef að jarðvegurinn opinn, engin gróðurhula sem að þá metum við hversu mikið hlutfall sandur og svo næstu stærðarflokkar þar fyrir ofan og alveg upp í grjót sem eru stærri en 20 cm hnútlungar. Og við horfum líka á lagskiptingu gróðurs, það hægt að vera með til dæmis ef maður svo ef ég horfi út gluggann þá erum við með grasflöt, þar eru bara ýmsar grastegundir og túnfíblar og annað, þannig að það væri í rauninni bara, já og kannski mosi þar inn á milli, þetta eru þá 2 gróðurlög, svarðlagið og síðan jurtalag sem inniheldur þá bæði fíblana og grastegundirnar, en það gæti líka verið ef ég myndi horfa aðeins lengra, þá væri við komið með trjálag og annað, þannig að þetta segja til hvaða gróðurlög eru til staðar. Svo metum við vistgerð, þá með bara út frá vistgerðarlykli Náttúrufræðistofnunar. Og já, þetta svona fljótt farið yfir, en það má líka bara spyrja mig meira þetta. Þetta svo svakalega stórt, við erum með 60 blaðsíðna plagg þessa aðferðafræði, þannig að ég gæti talað hana endalaust. Og já, hérna kannski aðeins meira jarðvegssniðið við holuna sem við gröfum, hún 30 cm djúp og við tökum mynd af henni með tommustokk. Þannig að við getum séð skalann og séð líka litinn á jarðlögunum ef einhver eru. Og tökum jarðveg úr efstu 5 cm og metum til kornastærðar þá hvort þetta sé mold eða sandur eða mildin sandur eða eitthvað annað. Þið sjáið mig vera að leita jarðvegsklump til þess að gera þessa skoðun. Og hér dæmi lagskiptinguna sem ég var að tala Fyrsta myndin það til dæmis bara ekkert gróðurlag, það bara engin gróður á meðan hérna í þessu hér lágur víðir greinilega vaxa, þannig að þarna eru komin fleiri gróðurlög. Og jarðvegsrofið, hér taflan sem við fylgjum í því. Við metum ekki jarðvegsrof í
hlýðum af því að við erum bara að leggja út reiti á svona tiltölulega flötu undirborði, bara af því að það einfaldar mælingarnar fyrir okkur. Já, bara ef þið erum með einhverjar spurningar núna eða á eftir, en þá komið að Jóhanna, hann ætlar að segja ykkur frá landvöktunarreitunum. Já, góðan daginn, takk fyrir að vera með okkur. Mér langar til þess að byrja á að bara minna ykkur á að þið getið spurt mig hvenær sem og Rán mun fylgjast með hvort það koma okkar hendur á loft, en auðvitað mun ég líka reyna að hafa augun með því. Ég ætla að tala verkefni landvöktun lykillinn að betra landi. Þetta svokallað lífvísindaverkefni GróLindar eða Citizen Science verkefni GróLindar. Markmiðið með þessum verkefnum og tengsl þessu verkefni sem GróLindar að þetta byggir alveg sömu hugmynda og aðferðafræði og þessari vöktunarreitir sem Rán talaði við ykkur áðan. Þeim ætlað að styðja við vöktunarreitina og bæta við upplýsingum ástand lands. En þeim einnig líka ætlað að auka við samstarf milli ólíkra hagsmunaaðila, svo sem okkar við landeigendur og fleiri, og líka auka traust og trú á GróLind sem verkefni og sem tæki til þess að meta ástand lands. Það stefna okkar á að mælingarnar séu mjög fljótlegar. Það eigi ekki að taka meira en 10-15 mínútur frá því að mætra svæðið þá búið með mælingar, en einnig líka það krefst ekki neinna sérþekkingar. Þannig að það að segja að allir geta tekið þátt sem eiga snjallsíma. Það eina krafan. Þú þarft ekki að þekkja mismunandi grasategundir eða slíkt. Þú þarft einungis geta greint á milli mjög grófra gróðurflokka. Þetta virkar þannig að þátttakendur sækja að verða þátttakendur í þessu verkefni og það gert á heimasíðu GróLindar eða grolind.is/landvöktun. Þið skráið ykkur bara þar inn og þá mun ég hafa samband við ykkur þegar þið fá aðgang að formi sem svo sem bara eyðublað sem fer inn í þetta Survey 23 forrit. Og þar verða allar mælingarnar gerðar og allar ljósmyndir teknar. Ég mun sömuleiðis senda ykkur plaststaur, bæði eins og Rán var að tala við ykkur áðan, en honum ætlað hvoru tveggja að auðvelda endurkomu í reitinn, en einnig líka að vera miðpunktur mælinga. Og þið sjáið reitinn hérna upp í vinstra horninu, þá sjáið þið, hann aðeins öðruvísi heldur en hinn hefðbundni GróLindarreitur. Þetta meira hringlaga reitur meðan að GróLindarreitirnir meira kassalaga og staurinn í miðjunni og svo unnið út frá honum. Þær mælingar sem eru gerðar fyrsta lagi myndataka og við viljum að þátttakendur taki eina mynd í hverja höfuð átt, það að segja norður, austur, suður og vestur. Því næst svokallaðar yfirborðsmælingar, þar sem að þátttakendur ganga 25 skref og eitt skref sirka 1 meter, þannig 25 metrar í hverju höfuð átt og þið merkja við á hvers konar landi fótur lendir. Og þessi flokkar tré og runnar, smárunnar eða það að segja lyngtegundir, grös og graslíkar tegundir, blómplöntur, mosar og svo steinar og óvarnjarðugur. Og þetta allt fyrirfram flokkað í þessu formi. Ég mæli alltaf með því að fólk leggja minnið sirka hvar þau enda, þannig hvar þessi 25 metrar frá stjörnum. Því næstu mælingar gerðar bara frá stjörnum og þá horft í 25 metra radíus í kringum stjörnum. Og þar metið gróðurþekjuna og hún flokkuð í fyrirfram ákveðna prósentuflokka. Jarðvegsrofið metið, svipað því sem að Rán lýsti áðan, nema að þarna við horfum líka til hlíða, svo sem við erum með skriðuflokk þarna, af því að ef fólk hefur áhuga á því að meta svona brattlendi. Við metum líka blómgun plantna og það gert óháð gróðurþekju svæðisins, það að segja þó að sé bara 3 plöntur á öllum þessum 25 metra radíus, en það allir blóma,
að þá myndi teljast mikil blómgun. Svo eru vísiblöndur metnar og þær eru eins og staðan er núna birki, loðvír og gulvíðir en einnig lúpína og stafafura. Og þær eiga að segja til svolítið svona ástand vistkerfisins og svona hvaða í hvers konar stöðu þær eru og áskoranir sem eru framundan þar. Ég get svo sjálfsagt talað miklu lengur þessar mælingar og með fleiri glærum það ef þið viljið. Eins og sagði áðan að þetta er heimasíðan fyrir Landverndunina, því miður er bara verið að vinna í uppfærslu á servernum sem liggur á baki, þannig að hún er óvirk núna í dag en hún ávirka bara í kvöld eða á morgun. Þannig að þá getið þið farið inn og þarna er til dæmis líka myndbönd sem ég gerði og þau eru reyndar líka núna bara inn á YouTube síðu Landgræðslunnar sem ég gerði síðastliðinn vetur þar sem að ég fer skref fyrir skrefi gegnum alla mælingarnar. Og markmið þessa myndbanda var hvoru tveggja sú að annars vegar að bara gefa gróft yfirlit yfir þessar mælingar en einnig til þess að til dæmis ef að þið sem þáttakendur á árið 2 erum að gleyma hvernig á að meta gróðþekjuna og þá getið þið bara hoppað inn, hort á vídeóð gróðþekjuna sem er að mig minnir 1 eða 1,5 mínúta og bara rifja þetta upp hratt og vel. Þá langar mig aðeins að tala ástandsmatið. Árið 2020 kom út svokallað stöðumat gróðlindar og það var byggt á fyrirliggjandi gögnum. Og þau gögn sem við nýttum voru að mestu leyti vistkerfaflokkur Náttúrufræðistofnunar Íslands og hins vegar Rófkartlækningin frá RALA. Við gerðum þetta stöðumat af tvennum ástæðum. Annars vegar var komin mikil krafa frá aðstandendum verkefnisins og fleiri að við myndum komin niðurstöður á því hvernig landið væri eðlilega. En hins vegar og eiginlega mikilvægara var það að við viljum pröfa þennan sterka fræðilega grunn sem við vorum búin að afla okkur í gegnum árin og hvernig við gætum nýtt okkur hann til þess að geta flokka landi upp í ástandsflokka. Niðurstaðan var sú að við fengum út 5 yfirflokka. Það er að segja þar sem að flokkur 5 að þar er mikil virkni og mikil stöðugleiki, mikil virkni þýðir það að hringrósir vistkerfanna eru mjög virkar og ekkert sem truflar þar, til dæmis niðurbrot efna er hratt, kolefnishringrásin er virk og stöðugleiki er það hversu vel vistkerfið er tilbúið til að taka á móti raski. Hins vegar er svo þá flokkur 1 þar sem er mjög lítil virkni, þar sem er til dæmis bara lítill gróður og þar með lítil náttúruleg hringrás efna eða þá að það sé, eða að þar sé mikill óstöðuleiki. Þar til dæmis ef það er mikið jarðvegsrof á svæðinu að þá þýðir það svæðið sem frekar óstöðugt. Og þetta var byggt á vinnu frá bæði Bandaríkjunum, Eyjaálfu, Nýja-Sjálandi, Ástralíu, Mongólíu og fleiri stöðum. Og þetta var mikill lærdómur, við lærðum fullt og við teljum okkur núna í stakk búin að geta komið með nýtt ástandsmat. Og ástandsgróðlindar að það er hins vegar svolítið öðruvísi er að það byggir eingöngu á mælingum gróðlindar. Þá munum við nota bæði vöktunarreitina sem Rán talaði en einnig líka landvöktunarreitina sem ég var að tala rétt áðan. Mælingarnar sem við gerum núna og hefum verið að gera undanfarin ár verða að nota þess að kenna gervigreind að greina gervitunglamyndir. Það er að segja að flokka gervitunglamyndir í ástandsflokka. Og þetta er svolítið flókið en gervitungl þau taka myndir og í hverju myndeiningu gervitunglamynda er svokallað bönd. Og mismunandi gróðurfar gefa frá þessu mismunandi böndum. Til dæmis hérna er þessi mynd hérna af laufblöðunum. Þið sjáu það að sölnalauf hefur allt öðruvísi bönd heldur en heilbrigt lauf. Og það sem markmið okkar er það að við getum kennt tölvunni að greina ástandsflokka, að það segja til dæmis ástandsflokkur 1
væri með einhverja röðin banda, meðan ástandsflokkur 5 væri með eitthvað allt aðra röðin banda. Þetta hins vegar allt í þróun og tekur mikinn tíma. Við áætlum hins vegar að verklokið með þetta verði 2025 á sama tíma gróðurleyndareitirnir verða gerðir. Þannig að fljótlega þar á eftir getur komið nýtt ástandsmat sem byggt eingöngu á gróðurleyndargögnunum og eftir atvikum öðrum gögnum sem við getum nýtt í þetta verkefni. Mér langar þess að taka það fram að við munum nota alla punktana til þess að greina hverja mynd. Það að segja að það til dæmis hefur komið upp ákveðin svona áhyggjur að til dæmis að við séum með fáa reiti á ákveðnum afrétt. En reitirnir á þessum afrétti, segjum bara afréttur A, að þeir reitir verða ekki bara nota til þess að greina landið þar. Heldur við munum nota alla reitina á öllu landinu til þess að greina einhvern ákveðin afrétt, segjum til þess bara hérna, ef hans væri hérna afréttur hérna í fjöllunum í Nesjum í Hornafirði, að þá munum við nota alla reitina til þess að greina hvernig gerðartölumyndirnar eru sem teknar á því svæði. Sömuleiðis munum við líka nota reitin okkar til þess að gera svona ground truth eða staðfæra það að það sem að gerðartölumyndirnar eru að segja okkur hvort það sé rétt. Þannig að við munum leggja mikla áherslu á það að vera með líka mikla svona staðföstu á jörðu niðri. Þá kannski komið nóg af tölum vöktunarreitina, því að ef við erum að hugsa nýtingu lands þá þurfum við líka að hugsa það, við þurfum að vita það hvaða svæði eru sem eru nýtt á landinu. Síðan ég byrjaði hérna 2018 þá hef ég borið töluverða ábyrgð á því að kortleggja beiturlönd ýmissa dýra. Árið 2020 á sama tíma við birtum stöðumatið þá var birt fyrsta kortlegging beitarlanda sauðfjár hér á landi, fyrsta heildstæða. Auðvitað voru þessar upplýsingar til staðar heim í héraðunum en það var ekki komið á landsvísu. Í þessari kortleggingu þá lögðum við aðal áherslu á afrétti og lönd í sameiginlegri eigu. Það sem við gerðum var að við leitum til 174 aðila víðs vegar á landi þess að fá upplýsingar hvernig nýtingarsvæðunum háttað. Og þetta svokallað participatory mapping aðferðafræði sem nýttum við þetta. En að sjálfsögðu notum við líka önnur gögn við þessa vinnu, svo sem gögn vegna vinnu við fjallskraftsafréttir sem var að vinna á nokkrum stöðum. Við fengum upplýsingar öll skógræktarsvæði sem í flestum tilvikum eru friðuð fyrir sauðfjárbeit, landgræðslugirðingar og fleiri gögn. Það sem við þóum að kortleggja beiturlönd sauðfjár, þá vorum við meira í raun og veru að draga fram hvað þau svæði sem eru ekki nýtt til sauðfjárbeitar. Og þó til dæmis við vitum stærðir afréttanna að það þýðir ekki endar að allur afrétturinn sé nýttur til beitar. Það oft þannig að það eru ákveðin hlutar að friðaðir, bæði með girðingum, en til dæmis að við höfum vegna gæðastýringar, það sem hefur verið dregin ákveðin lína svona á kortið, það ekkert svona fysiskt sem hindrar sauðfjárbeitanna, heldur reglurnar þannig að ef það finnst fé innan þess svæðis að þá á næsta ári skuli það annað hvort vera skorið eða haldið heima við. Þannig hægt að friða ákveðin svæði með góðum hætti og til dæmis þetta hefur gefið mjög góð raun til dæmis upp í Herðubræðurlundum. Það raun og eitt besta dæmi þetta. Hins vegar það líka að oft á tíðum eru svæði innan ákveðna beiti í landa sem eru ekki nýtt til sauðfjárbeitar. Það til dæmis svæði sem nýkomin undan jökli sem kindur fara ekkert á, eða þá það einhverjar landfræðilegar aðstæður sem valda því að þarna sé mjög lítil eða engin sauðfjárbeit. Og það þessi skærgrænu svæði sem þið sjáðu á kortinu að þau flokkast þannig. Til dæmis flokkuðust tindarnir á Tröllaskógum þannig vegna
þessa heimildafólk okkar á því svæði segja þannig, en til dæmis veit ég það sjálfur að við getum ekki flokkað tindana í Austur-Skaftafellssýslu þannig því ég hef sjálfur oft á tíðum verið með blóðbara í kjaftinum og skammir í eyrunum að smala þessa tinda. Eins og sagði áðan að þá lögðum við aðal áhersluna á afréttina og þessa stóru úttaka. Það gerir það verkum að láglendið og heimilönd eru illa kortlögð svo staðan er núna. Frá því við birtum kortið hef ég verið að vinna eftir megni að því og eftir því sem ég hef haft tíma til og haft getu til að finna út hvernig eigum við að fara því að kortleggja láglendissvæðin og heimalöndin. Við pröfum að nýta í raun og veru sömu aðferðafræði við nýttum þarna sem við birtum 2020 í fyrra. Það hins vegar gekk ekki upp. Þið sjáðu hérna svæðin sem voru kortlögð síðasta sumar. Megin ástæðan fyrir því að það gekk ekki upp var einfaldlega vegna þess að við þurftum að gera þetta með sumar því að ég fekk bara sumarstarfsmenn með mér lið við þetta og þarna er bara margir mjög uppteknir annars vegar í sumarfríi, í heiskapi eða öðru og hafa ekki tíma til þess að setjast niður með okkur að kortleggja svæði sín. Eitt atriði sem er mjög stórt í þessu er að í raun og veru þó við séum að kortleggja beitarland sauðfjár og þá erum við raun og veru í þessu tilviki líka að kortleggja öll jarðamörk á landinu því miður eigum við ekki til nógu góða gagnagrunna hvernig jarðir skiptast. Við eigum vissulega til nytjalandsgrunninn en hann er á sömu stöðum er hann bara nokkuð nákvæmur en á öðrum stöðum er hann bara mjög ónákvæmur. Og það er svolítið bagalegt að þjóðskrá eða húsnæðis- og mannvirkjastofnun eða hvaða batterí sem fer núna með þetta sé ekki búið að gera þetta því þetta núna stendur lögum og ég veit að mér oft verið tjáð frá aðilum að þeir sé frá í þetta en þetta hefur aldrei einhvern veginn gerst. Það hins vegar þannig núna að öll kortleggingin er í endurskoðun vegna þess að við erum að fá miklu betri gögn í gegnum til dæmis LULUCF vegna kolefnisbindingamála og þannig við erum komið miklu betri gögn til þess að reyna að greina þetta sundur og sömuleiðis líka með mörk svæðanna. En svo ætlum við líka að pröfa nýja aðferðafræði sem ég ætla að tala aðeins við ykkur seinna og við erum að pröfa hana á beitasvæðum annar húsdýra sem við bindum vonum við að getum nýtt. En auðvitað er þetta þannig að þetta er lifandi kortlegging og að landnýting tekur breytingum jafnvel bara frá ári til árs í sumum tilvikum, þannig að þess svona kortlegging þarf alltaf að vera mjög lifandi og tilbúin að við erum tilbúin að breyta henni eftir þessu þarf krefur. Í vetur samhliða því að við erum að skoða endurskoðun beitasvæði sauðfjár og þá hófst kortlegging á beitasvæðum geita. Við ákváðum að kortleggja beitasvæði geita vegna þess að geitabændur eru tiltölulega fáir hér á landi og þannig sáum við gullið tækifæri til að pröfa þessa nýju aðferðafræði sem myndist á rétt áðan. Í þessar kortleggingu notum við vefsjá og við leitum til geitfjáreigenda til að teikna inn sín beitarsvæði sjálfur í tölvun heima. Og svo er það hlutverk mitt eða annarra til þess að fara yfir þessa kortleggingu og athuga hvort að hún sé rétt og hvort það sé eitthvað villur í henni. Þetta gefur mjög góða raun og þetta hefur virkað mjög vel. Þátttakendur hafa ekki lent í neinum teljandi erfiðleikum með þetta. Þannig að við bindum mikla vonir á því að við getum notað þessa aðferðafræði að hluta til eða heild eða eitthvað útgáfa þessar aðferðafræði til þess að meta láglendisbeit sauðfjár eða meta beitasvæði þeirra en einnig líka svo í framtíðinni að kortleggja hrossabeit og nautgripabeit þar sem nautgrip ganga á úthaga en ekki bara túnum. Það er hins vegar ekki nóg að skoða bara húsdýrin. Heldur þurfum við líka að skoða hvaða villtu dýr það eru sem að nýta þessa sameiginlegu auðlind okkar sem auðlindin gróður og jarðveg. Við hófum samstarf við HÍ fyrir nokkrum árum síðan að gera fyrstu útgáfu og pröfa aðferðafræði með að kortleggja beitasvæði villtra dýra. Þar var ákveðið að
nota 3 villt dýr, það var þá hreindýr, heiðagæs og rjúpu. Í þessari aðferðafræði var meira horft til útbreiðslu á þéttleika en hjá okkur. Það er að segja að eins og í beitasvæði sauðfjár og geita, að þá ég lítið að skoða því hversu margt fé gengur þarna, heldur planið að við fáum þær upplýsingar með því að nýta kortlaginguna í til dæmis gæðastýringuna og í skýrsluhald bænda. Gögnin sauðfé voru fengin úr öðru verkefni en sem að Rán mun tala við ykkur aftur eftir smástund. En það kom í ljós í þessari rannsókn að útbreiðslan mest á milli heiðagæsar eða skörunin sem mest á milli heiðagæs og sauðfé. En þó kannski myndu líta til dæmis, en þið sjá að til dæmis ef þið myndu líta til Austurlandsins, að þá væntanlega yrði skörunin mest á milli hreindýra og heiðagæsa. Það hægt að finna þessa grein inn á heimasíðu Landgræðslunnar. Við birtum líka einnig litla fréttumann í Bændablaðinu fyrir stuttu, þar sem hægt að kíkja á þetta og við fjöllum aðeins þetta þar. Þá komið Rán aftur að tala við ykkur annað verkefni Landgræðslunnar. Já, og það sem sagt það sem við köllum GPS-kindur, þar sem við erum að skoða atferli sauðfjár í sumarhögum. Og þetta, í þessu verkefni eru kannski aðalega bara ég og Sigþrúður Jónsdóttir, beitasérfræðingur, sem að sjá þetta svona mestu leyti þessa dagana. Og þetta verkefni hófst árið 2018 og þá fengum við styrk til þess að kaupa 100 svona GPS-ólar eins og við sjáum hérna á þessari fínu ær. Og þessar ólar eru þannig að þær eru síritar eða þær sem sagt senda staðsetninguna jafn óðum. Þú þarft ekki að safna tækjunum aftur tilbaka, heldur getur þú fylgst með þeim yfir sumarið. Og þessi 100 tæki voru sem sagt send á það bil 10 bæi á hverju ári. Stundum voru 9, stundum 11 bæir. Og eins og þið sjáu hérna á kortinu á glærunni að þá eru margir bæir búin að vera að taka þátt í þessu verkefni alveg frá 2018 og á hverjum bæ voru sem sagt settar ólar á 10 ær, tvílemdar ær, áður en þeim sleppt út í sumarhaga og þá gátum við fylgst með ferðum þeirra yfir sumarið og svo eru ólarnar bara teknar aftur af alltaf í lok sumars eftir réttir. Og flest þessi tæki eru stillt á 6 stillt á að senda staðsetningu á 6 tíma fresti. Þannig að fyrir hverja kind erum við að fá staðsetningu 4 sinnum á sólarhring og að við hugsum að þeir séu kannski úti í 3 mánuði eða jafnvel bara frá maí og yfir í október og þá getum við ímyndað ykkur hvað þetta er stórt gagnasett fyrir bara einn einstakling, hvað þá fyrir 100 ær yfir eitt sumar. Þannig að þetta er alveg gífurlega stórt gagnasett sem við fáum og svona helstu upplýsingarnar sem við erum að nota eða eiginlega einu upplýsingarnar sem við erum að nota er sem sagt staðsetningin og tímasetningin á þeirri staðsetningu, þannig að hvar kindin var og hvenær og þá getum við búið til svona ferla í tíma. Það er líka hitamælir á tækjunum en það er ekki hægt að nota þá út því að þær eru tækið svo nálægt þeim sjálfum að líkamshitinn þeirra bjagar mælingarnar. Þannig að við erum ofta að fá 25 stiga hitamælingar sem við vitum að standast ekki raunveruleikann í íslensku sumri, alla jafna. En já, þessar mælingar getum við nýtt okkur til þess að skoða, bera saman þessar staðsetningar og til dæmis hvaða vistlendi liggja undir. Það er hægt að sjá þá hvernig sauðfé er að nýta sér landið, eru þær að halda sig á einhverjum ákveðnum stöðum sérstaklega, eru þær að velja sér einhverja ákveðna gróðurgerð frekar en aðra og svo framvegis og hvar eru þær að ganga og svo framvegis. Og eitt af því sem ég er búin að vera að vinna í nýlega er sem sagt að finna út
heimasvæði þessara lambáa og heimasvæði sem sagt það svæði sem þær halda til á svona 95% tímans. Þannig að ef við tökum alla punktana sem það eitt tæki sendir að þá eru svona helstu gildin sem eru næst hvor öðru, 95% allra þessara sendinga, þau eru svona þetta heimasvæði. Þannig ef við myndum taka, ef ég væri með Apple úr á hendinni eða eitthvað og væri að senda frá mér staðsetningu á 6 klukkutíma fresti, þá yrði kannski heimasvæði mitt úr 105 þar sem ég bý og hingað upp í Keldnaholt og svo kannski kem ég við í bónus á leiðinni heim og þetta er svona kjarninn og kannski kíki ég í heimsókn til mömmu og pabba, en IKEA-ferð af og til myndi ekki teljast með inn í. Þannig að þetta er bara sama með kindurnar, þær eru svona halda sig á ákveðnum svæðum og svo kannski kíkja þær af og til á einhverja aðra staði. Þannig að þegar við erum búin að fá þetta, þess að bæði hægt að reikna út stærð svæðanna en líka fá út hvernig lögun þeirra er og hvar þau liggja. Þannig að ef þið horfið hérna á þessa lituðu bletti þá eru þetta heimasvæði hverjar og einnar kindanna. Þið sjáu til dæmis þessi hérna ljósgræna er að ferðast á miklu minna svæði og heldur sig eiginlega bara á svona sama svæðinu miðað við þessa hérna dökkgrænu eða þessa ljósbláu sem er hérna á miklu stærra svæði. Og sama hér á hægra kortinu að það er hérna ljósgræna kindin með svolítið stórt svæði með þessas fjólubláu sem heldur sig bara á mjög miklu kjarnasvæði. Þú ert að nýta þessar upplýsingar í ýmislegt eins og til dæmis ef þú fylgist með öllum þínum kindum og þú sérð að þær eru aldrei að fara á einhvern ákveðinn stað, þá þarftu til dæmis kannski ekki að hafa áhyggjur af þeim stað ef þú vilt friðan. Þær eru bara ekki að sækja í þennan stað eða þú sérð að þú eru áhyggjur á einhverju svæði og veist ekki hvort að þær séu að hafa einhver áhrif á það og það getur bara fylgst með. Þannig að þetta nýta þessar svona ferðaupplýsingar sauðkindarinnar í að meta hvernig þær eru að nota landið og hvernig við getum stýrt þeim ef þess þarf. Og það er líka bara hægt að gera alveg ótrúlega margt annað og við erum í rauninni bara að leita að framhaldsnemum til þess að koma og vinna einhver verkefni úr þessum gögnum af því þetta er svo svakalega mikið magn. En eins og hérna þessi villta dýragreining sem að Jóhann Helgi var að segja ykkur frá, þessi gögn voru sem sagt notuð í þá greiningu og eins og þið sjáu hérna á kortinu að þá eru upplýsingarnar náttúrulega ekki dreifðar allt landi, heldur koma bara frá ákveðnum bæjum og þess vegna er kortið sem við fáum hér kannski svolítið svona bjagað miðað við það hvar þessar staðsetningar komu. Þannig að með svona auknum upplýsingum dreifingu sauðfjár landið að þá væri hægt að gera þessa greiningu miklu nákvæmari. Já, svo ætlum við bara að fara hratt í gegnum smá svona samstarfi sem við erum í. Jóhann Helgi aðalega hefur verið í samstarfi við Jónínu Þorláksdóttur í sambandi við landvöktunarverkefnið, þar sem almenningur er að vakta reiti og Bryndís er meðleiðbendandi hennar. Og svo höfum við, þetta er svona, við erum kannski búin að nefna þetta allt saman. Þetta er hérna, ef þið farið inn á growlind.is þá getið þið séð stöðumatið okkar og beitalandaskýrsluna. Svo erum við nýlega búin að gefa út aðferðafræði, fyrstu drög eða fyrstu útgáfu af aðferðafræðinni fyrir landvöktunarreitina og bara á döfinni er að gefa líka út aðferðafræðina fyrir vöktunarreitina sem ég sagði ykkur frá. Hún er tilbúin, hún er bara í uppsetningu og svo fer hún í útgáfu, en þetta eru bara rafræn rit, þannig að það er hægt að finna þau á heimasíðun okkar. Og svo hérna uppi er greinin sem að Jóhann Helgi sagði ykkur frá þessi villtu beitardýr. Og beitalandaþekjan sem að Jóhann Helgi sagði ykkur frá áðan, hún hefur verið nýtt í alls konar vinnu utan stofnunar, til dæmis í forvinnu umhverfismatsvegna, háspennulína, í meistaraverkefni, í svæðisskipulag og svo framvegis. Og það sama með það, bara leið og við erum komið með betri og meiri og sterkari gögn að þá verður þetta allt saman miklu sterkari grunnur til að byggja á. Já. Síðan er það Trapp og Tundra sem eru 2 verkefni hjá Tundra Ecology Lab í Háskóla Íslands og við höfum svolítið verið að vinna með þeim og þau hafa fengið að nota vöktunarreitina okkar í ýmislegt og nota gögnin okkar og svo framvegis. Þannig að við erum að reyna
dreifa, við viljum alltaf að fólk fái aðgang á okkar gögnum til þess að geta unnið úr þeim og þá náttúrulega bara græða við fáum frekar upplýsingar án þess að leggja þá vinnu í sjálf. Þannig að já, við fögnum öllu svona samstarfi. Og ástæðan fyrir þessum fundum í rauninni út af því að við erum bara að reyna að svona móta framtíð verkefnisins og það helsta sem að við svona erum að hugsa að auka miðlun upplýsinga út á við frá okkur. Við erum með þessi risastóru gagnasett og við erum að vinna í alls konar hlutum og þannig að við viljum finna leiðir til þess að miðla öllum þessum upplýsingum sem best út á við til almennings, til dæmis með því að endurbæta heimasíðun okkar og með því að búa til vefsjár sem að geta nýst fólki í landnýtingu og annað. Þannig að já, við viljum eiginlega bara fá upplýsingar frá fólki hvort það sé eitthvað sem að myndi gagnast því, hvort það einhverjar athugasemdir eða hugmyndir það hvernig við getum svona staðið okkur betur í miðlun gagna í framtíðinni. Já, þá þessu lokið. Þið megið endilega ef þið eru með einhverjar athugasemdir eða eitthvað, bara endilega þið megið líka kveikja myndavélunum ykkar og ef þið eru með einhverjar spurningar eða viljið segja eitthvað þá komin tími á það. Já, og bara kannski slökkva á uppstökunni